En við ætlum að fara að spá örlítið í veðrið og það eitt af því sem að margir aðhyllast fyrir þessa helgi. Hvað að gera, hvert að fara? Ætlum maður að ákveða að fara á einhverja ákveðna útihátíð eða eitthvað ákveðið svæði eða ætlum við að fara eftir veðrinu? Og ég held að séu nú ótrúlega margir sem að gera það og það engin betur til þess fallin en Sigurður Ragnarsson eða Siggi Stormur til þess að fara yfir þessi máli. Ég var alltaf gaman að því að hringja öðru hverju inn og hann á línunni hjá mér. Sæll blessaður. Skóndu sælublessu. Hvað segirðu, hvernig er ekki komið svona fyrringur í hlustendur með helgina? Jú, heldur betur. Já, þetta alveg enda nú er það bara að gerast sem að svo sem búið núna aðeins að liggja í loftinu að besta veðrið, það liggur orðið nokkuð ljóst fyrir, spár orðna stöðugar og þetta liggur svona megin línundar í þessu eru nokkuð ljósar og það má eiginlega segja að þeir sem alltaf verið í svona einhverju sólarblíðu, ef við orðum þannig, það eru þeir sem verða svona vestan Mýrdalsjökuls, það er að segja Suðurlands undirlendið, uppsveitir á Suðurlandi og raunverulega alveg með suðvestur, ég eiginlega myndi kalla suðvestur hornið, eða suðvestur fjórðungulandsins, það flottast upp í Borgarfjörð og jafnvel aðeins norðar en það verður strax útkomið norður fyrir Snæfellsnes og austur fyrir Mýrdalsjökul að þá er meiri líkur á að það verði skýjað og skýjað að mestu og síðan er úrkoman, þetta eru mjög svipaðir þessi dagar, föstudagur, laugardagur, sunnudagur og mánudagur, nema mánudaginn, við tökum þetta kannski skipulega og morgundagurinn og laugardagur og sunnudagur, að þá erum við að tala norðaustan átt víðast hvar, sem slæðir aðeins kannski fyrir vestamegin við norður allra syðst á landinu, en svona norðlægir vindar eru það og það má segja að það verður ekki logn helgina, en það verður heldur ekki nein læti, það verður svona, það mun blása sérstaklega kannski suðaustanlands og það er endur að maður búið til snörpum kviðum í dag, en almennt séð þá erum við að tala svona þolanlega hægan vind víðaskvar og reynda flottast á Suðurlandi og síðan er það úrkomuspáin fyrir þessa daga, föstudag, laugardag, sunnudag, það er mjög svipað. Það er eiginlega, eftir því sem hún fær norðar og austar, þeim en meiri eru líkurnar á úrkomu. Og þar líka, við getum sagt eiginlega, norður og austurlandi, sérstaklega norðausturlandi, þar verður nokkuð svalt. Það er þannig að þeir sem eru þar, þeir eru bara að skella sér söður í sólina. Það er ekkert annað að gera. Þetta var nú eiginlega líka þannig hérna í gær að það var eiginlega orðið ólíft að vera hérna inni. Seinnipartinn í gær, maður eiginlega hálftrúði ekki Já, það er líka einhvern veginn þannig, ég er nú mikið á Spáni og finnst sólin alltaf notaleg og það er þannig að maður er einhvern veginn tilbúnar, þar erum við maður með kælingar af þess starf og við erum ekki undirbúin fyrir svona mikla hita ef orðan það þannig. Nei. Að við höfum svo lítið ráð til að bregðast við því þegar það verður svona heitt, upp á að verður svolítið heitt inni. Já, nákvæmlega. En þetta er auðvitað dásamlegt og yndislegt og til dæmis ég nú stættur núna komin nýlega í Borgarfjörðin og þar ég var þarna niður í Borgarnes áðan þar sem að þeir eru að halda ungmennafélagsmótið, ungmennafélagin eru þar samankomin helgina með meiri segja íþrótti eins og stafsetning, það er stafsetning til dæmis sem er halda í allir heimilinu. Já, þannig að þetta er alveg frábært. Þar niður frá, niður í Borgarnesi, svo ég kalla það hér, þar var alveg svakalega mikið af hjóli sem komið á svo kallar efra tjaldstæði, það er að segja aðeins fyrir ofan bæinn og mikið stemming í fólkinu og maður sá alveg með brostu hringinn, það var ekkert öðruvísi, það var að sjá hvort þið voru búin að tampast sig, Já, það maður búast alveg við blíðunni þar helgina. Já, maður búast til fínu veðri, það verður aðeins meiri vindur vestast á landinu, heldur en til dæmis á Suðurlandi, reyndar á morgun gæti blásið tíma svolítið nokkuð víða og líka á Suðurlandi, en svona, því ég er nú að horfa svona megin línurnar í þessu, þá erum við að tala flott veður og hægan vind, en eins og segi aðeins eins og í Borgarfjörðurinn og vestast á landinu, svona þar sem erum komin út við Faxaflóan og erum annesum þar, að þá erum við að tala svolítið svona ákveðin vind en engin læti.
Þannig að Dalirnir, þeir ná kannski ekki alveg þessu góða veðri og Vestfirðirnir, þetta stoppa kannski aðeins við Snæfellsnes eða hvað? Já, það er ákveðið skil í þessu þar, já, því að lægðin sem þessu veldur og stýrir, hún næstum kyrrstæð og fyrir austan land og hún að senda fyrst og fremst úrkomubakka upp að Austurlandi og Norðausturlandi, en það mun slæðast þarna með Norðurströndinni til vesturs með henni, alveg vestur vestur á Ísafjörð og vesturinn verða svona í þessum norðlega loftströymi og það fylgir honum bara tildulega svalt veður, það menn þekkja það, en þetta eins og alls ekkert slæm spá í sjálfu sér, en hún er enga síður vinningin hafa þeir sem verða á Suður- og Suðvesturlandi. Ég held að það er eiginlega borðleggjandi og þetta er orðið svo stöðugt að þetta er eiginlega liggur nokkuð fyrir. Og hitinn, hann verður aðeins rokkandi helgina, sérstaklega milli á Suðurlandi og Suðvesturlandi milli, næturhitinn verður nokkuð svalari, en að deginum erum við að tala svona 14, 12, 14 og upp í 18 stig, þannig að það og jafnvel einstakar stað eitthvað meira. Þannig að þetta er samt heldur á niðurleið hitinn, hann er svona aðeins, með þessari norðanátt, þá er svona aðeins að kólna yfir landinu. Já. Þannig hvað ég var að segja, muni kannski kólna hjá okkur örlítið, fyrir við eitthvað að finna fyrir haustinu bráðum eða hvað? Nei, það er ekkert haustinu. Ég heyrði mitt eitthvað vera ræðum það í gær, hvort það var hjá ykkur eða á bílgjunni eða eitthvað staðar, ég man ekki hvað ég var að hlusta á það, en það var eitthvað að tala að það væri bara haust í þessu, en það er alveg ekkert svoleiðis, það meiri sé að horfur á enn flottara veðri víðar á landinu í næstu viku, þannig að og þá svo sem dreifist víðar, nú er það má segja svo sem þeir sem eru á Norðaustur og Austurlandi, það er svona veðrið þar er hvað síst, því verður ekki að móti mælt. Nei. Og en síðan kemur það að koma fín blíða eins og ég segi framöndan og þannig að það er ekkert sem minnir á neitt haust og bara sumar blíða, svo langt sem augað eigir. Það er nú bara þannig og ég held líka það er annað sem er svolítið gott þegar svona þeir sem í góða veðrinu, þetta er ákveðin bónus að fá svona gott veður. Það er gaman að fara í útilegu, það er gaman að vera á sumir á útihátíðum og hafa gaman að því að vera bara innan fólk og annað slíkt og sjá hvernig hinn hefur það og gerir þetta og svo er skemmtanir og annað, þetta er allt saman mjög klassískt og gaman, en flottar er náttúrulega þegar maður fær svona smá rúsun í pilsendan og það er að vera með svona hólar glennu og gott veður, það er náttúrulega alveg toppurinn. Nákvæmlega, við tökum gleði okkar og njótum þess að vera hérna í Verslunarmanna helgar útvarpinu hérna með fólkinu á Suðurlandinu núna komandi helgi. Algjörlega, þetta er út af Suðurland náttúrulega, þetta er alveg frábærstöð og alltaf gaman að hlusta á ykkur alveg, ég bjó nú á Selfossi í 5 ár held ég og það var mjög lærdómsríkur og góðu tími. Já, er það ekki? Jú, eindislegt að vera þarna. Hér er gott að vera. Akkurat, stutt í allar áttir, stutt í Reykjavík, stutt í sveitina og stutt í Vestmannaeyja og þetta er bara mjög sentralt og gott svæði og eindislegt að búa þarna á Selfossi og gaman bara hafa komist út úr höfuborginni og prófa að búa eitthvað annar staðar, svona aðkomu pakka svo sem ég kalla það. Já, mann er að halda sér í smá rólegheitum minna, eintómt flatlendi, gott að fara í göngur og hjólatúra og svo þarf maður ekki annan að fara hérna á jaðra bæjar eins að þá er maður komin í samskipti við hesta og náttúruna. Algjörlega. Það er yndislegt. Og bara, ég veit að útlendingar sem ég þekki þjóðir sem var að koma til landsins núna fyrir hálfu mánuði og hann var alveg gáttaður hvað sveitin hvað hún nálagt fólkin einhvern veginn hérna. Já. Valla komin út úr Reykjavík, þá byrjar að sjá hross og svo eru kindurnar og svo eru kýrnar og honum fannst þetta ekki síður merkilegt heldur en þessi náttúrufræði sem að menn er að koma til að sækja hingað. Já, það er ágætt. Já, sveitin, hún er menn eru svolítið, við Íslendingar þeim finnst gaman að fara í sveitina. Já. Það er bara þannig og þó að vinnan sé nú kannski hjá flestum í þessum borgum og bæjum að þá er sveitin, hún dregur alltaf, hún er alltaf aðdraftrafl. Hún klikkar ekki? Hún klikkar ekki og aldeilis ekki í góðu veðri. Nei, nákvæmlega. Ég er glampandi sól hérna og það er aðeins smá gjóla en hitinn hjá mér hér í Borgarfirði er í kringum 18 stig
Þannig að þetta ég meina, hugsaði bara þeir forréttindi sem við höfum hérna í þessu landi að hafa þessu til að dreifa, reyna náttúru, hreint loft og sól og blíðu. Akkurat. Það yndislegt. En það einmitt málið eins og í gær að þeir tölum að hitinn hafi farið upp í tæplega 23 hérna í kringum Eyrarbakka og hérna einhvers staðar í nágrenni, en ég sá mælinn farið upp í 26 eins og er. Já, sko það nefnilega þannig og menn mig aldeilis ekki gera lítið úr því að þar sem að menn að mæla hærra hitastig heldur en það sem þessar opinberu hitamælar sína, að það ekkit rátt. Ef þetta eru þokkalegi mælar, þá þeir að sína alveg rétt. Málið bara það að þessir opinberu hitamælar, þeir eru í sérstöku umhverfi, þeir mega ekki vera nálagt byggð, þeir mega ekki vera utan á húsi eða neitt slíkt, það verður að leika þá vindar úr öllum áttum, það mega ekki mynda svona hitapollar í kringum þá og þeir verða að vera á sléttu landi, þeir eru í 2 metra hæð, þannig að geislun frá jörðin eða frá yfirborðinu verður helst engin og þannig að þeir eru í eðlisinn alltaf að mæla veðrið þar sem það svona það sem aldrei verður neitt hitapollur kannski beint. Nei, nákvæmlega. Þannig að menn með ekki gera lítið úr því að þau sjá 26 gráður, þá trúi ég þeim fullkomlega. Og þannig að og við uppið, til dæmis í sumarbústaði, í fellísi eða hjólísi eða eitthvað slíkt, þess að hún situr í sólinni og hefur það gott með kaffi og kökur, að þá getur vel verið með 26 stig þó að sé opinberi hitamælinn bara eitthvað minna. Akkurat. Og þá ég að tala með þetta menn mæla alltaf í skugga, það má ekki mæla í sólinni eins og kannski flestir held ég viti. Já. En við eins og tilkvæmsamar að hangi í skuggan, maður verður að vera í sólinni. Já, nákvæmlega, bara passa að nota sólavörðina. Já, nota sólavörðina, það málið. En gaman að heyra í þér, Siggi, og takk kærlega fyrir þetta. Ég heldur sem eru nokkuð ljóst svona hvar væri skynsamlegast að vera á landinu ef við ætlum að fá okkar á sól og fá gott veður. Nákvæmlega, það eins og ég segi suðvestu fjórðungurinn og það verður ekki að móti mælt, það verður bara að þeir sem annars þar, þeir verður bara að sætta sig við það. Akkurat, kæra takk fyrir þetta. Allt í fína. Já, takk. Já, góða kveðjur. Já, bye.